Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komiði sæl. Til mín komin Ragnar Önundarson, viðskiptafræðingur, fyrrverandi bankamaður til áratuga. Þú hefur mikinn að þú ert svona virkur í umræðinni og einkum og sérilagi þegar kemur að fákeppni. Mér minnist þess að ég hafi lesið eftir þig oftar en einu sinni að þú ert að benda á hvað fákeppni getur verið skaðleg. Já, en sko varðandi þáttöku mína í þessari umræðu að þá hún þannig til komin að eftir hrun það voru svo margir sko fullir af réttlátri reiði en ekki alveg á réttum forsendum. Þá ákvað ég að reyna að leggja eitthvað fram til þess sem að kallað fjármálalæsi og reyna að útskýra fyrir fólki á mannamáli hvað var í gangi. Vonum við tækist það ekki illa núna. En fákeppni, sko, það nú þannig að ef fyrirtæki hasla sér öll á markaði, þá kemur það ekki, til dæmis að það erlend fyrirtæki, það kemur ekki bara inn í þennan markað og bætir sínum venjulegu 10% við. Það spyr bara hvernig er velagið í þessu landi og ef það kemst upp með að bæta 40% við, þá gerir það. Vegna þess að öll fyrirtæki eru að reyna að hagnast. Starfsmenn, stjórnendur, eigendur, allir leggjast á eitt að skapa hagnað. Og það er kannski ekki verslun til, það er bara frúlustu seljendur. Já, en við þurfum að flytja vörurnar inn. Sko, stærstu hluti af neysluvöru Íslendinga er innfluttur. Og svo bætist við náttúrulega allar fjárfestingavörur atvinnuvegana. Og þannig við þurfum alltaf að afla gjaldeyris. Og hérna, þetta litla land, svona langt frá stórum virkum mörkum. Það hérna líður fyrir þetta. Og Ísland er með eitt dýrasta land í Evrópu að búa í og ég held bara þá í heiminum sko. Þannig að sko flutningskostnaðurinn og ýmis fastur kostnaður sko, þetta veldur því að það eru bara í hverri stóri atvinnugrein bara 3-4 viðskipta, 3-4 fyrirtæki sem er í fákeppni. Og man getur reynt að telja þetta upp, sko, oljufélög og þess vegna, sko, tryggingar, bankar, dagsölur. Já, dagvörurnar. Þetta er allt saman steypustöðvar eða hvað það er. En það er náttúrulega virkur markaður með notaða bíla. En áður fyrr gátum við líka sagt að fasteignamarkaðurinn hefur verið virkur en við getum ekki sagt það lengur, það er svo mikill skortur. Ef það er skortur á markaði, þá er það markaðsbrestur. Þá er það skekkja á markaðinum og þegar skekkjur eru á markaði, þá eru einhverjir sem að hvellgræða á skekkjunni. Og frá svona 2018 eða árslokum 2017, þá byrjaði að myndast ný bóla á fasteignamarkaði og hún hefur ekki sprungið enn hún sé bara að byrja að springa núna því að tala lækkandi verð. Það er búið að kveikithraði. Já, en gráða því við tölum aðeins það að svona þegar allt er með feldu þá fylgir lína vísitala fasteignaverðs gjarnan bara vísitölu launavísitölunni sem við höfum. Það gerði hún fyrir bóluna 2008 og það gerði hún eftir bóluna 2008 frá svona 2012 til 2017. Þá fóru þessar línur saman en í árslok 2017 þá verða skil og nú verið að vegna skorsins þá að myndast gríðalegt yfirverð og þeir sem selja fasteignir þeir hesthúsa þetta yfirverð og auðvitað þeir sem að framleiða fasteignir hesthúsa mest. Það er gríðaleg auðæfi sem þar safnað saman. En þeir sem hafa náð að minnka við sig, þeir áttur mátti innleysa og styrkja sína lausafjárstöðu og peningalegu stöðu. En ég hef stundu birt myndir að þessu bæði á síðunum minni á Facebook og nokkru sinnum í mokkanum. Að þetta er svona núna 30% yfirverð miðað við launavísitöluna, miðað það sem þetta ætti að vera.
Frá hvaða tíma tekur það? Já, það er svona frá ársbyrjun 2018. Já, 2018. Og þetta maður getur alveg séð það sko að Seðlabankinn hefur passað upp á eins og hún ber samkvæmt lögum að heilbrigði bankana og veðin sem veðtakan eða lánin sem leyfð eru, það fylgir launavísitölunni. En svo er það sem umfram það er eiginlega þannig að unga fólkið og þeir sem eru að stækka við sig, þeir hafa tekið lán til að borga einhverjum bólugróða og svo getur bólan sprungið og þá hjaðnar þetta og hverfur eigið fé heimilana. Já. Það er staldið skrítið að eftir reynsluna 2008 að menn skuli ekki vakta þetta. Skilja ráðamenn, þingmenn, ráðherrar og embættismenn skilja þeir ekki harmleikin sem felst í því fyrir fjölskyldu að þegar hún missir heimili sitt á uppboð og börnin þurfa að skipta skóla og svo náttúrulega vitum við að fjárhags erfiðleikar eru algengasta skilnaðar orsakinn og börnin búi ekki lengur með pappa og mömmu og þetta er allt alveg bara þetta eru hamfarir sem geta orðið í svona ástandi. Við erum nýbúin að fara í gegnum það. Lærðum við ekki af því? Gátum við ekki lært? Já. Ég hef verið, ég hef búin að byrta nokkra greinar í Mogganum með þessari mynd. Það er engin viðbröð. Þetta bara heldur orðum. Það er skrítið. Já. Í hruninu fræga eftir hruninu, þá var ég með þátt á Bylgjunni og þá var Jón Danielsson hagfræðingur, tíðu gestur á mér og hann sagði að versta sem við gerum, það er að hrekja fólk að heiman. Einmitt eins og þú veist að segja, skiptur skóla, skiptur leikfélaga, þá komum allskis félagsleg mál, það bara má ekki verða, en það er þrátt fyrir, eins og þú sagðir, það er harm sem varð á þessum tíma, að við skulum bara ennþá vera að pæla þarna. Þetta er alveg bara grátlegt. Það eru margir sem að því miður sem þurfa að upplifa það að vera svokallað skilnaðar barn. Það situr í sálinni á fólki. Það situr bara mjög lengi í sálinni á fólki. Ragnar, ég er skilnaðar barn og ég fór í 5 skóla til að klára grunnskóla. Flutningarnir voru þetta tíðir, þannig að þú getur rétt ímyndaðir. Ég þekki þetta. En var ykkar systkinahópi skipt upp eða voruð þið bara hjá mömmu? Nei, mamma Já, það var gamla aðferðin að sjá til þess að það geti gengið. En nú er þessi skipting að dvelja viku og allt það, ég veit ekkert hvort það er betra. Kom aldrei til greina þá. En sem sagt, þessi félagslegu vandamál og þessi sálfræðilegu vandamál og sem sitja í fólki eiga upptök sín mikið í fjármála vandræðum. Og við vitum að það er ekki hægt að ætla þess að venjulegt fólk kunni þetta allt aftur og pakka áfram. Skilji munin á óverðtryggðu láni og verðtryggðu og svo framvegis. Það verður að veita því leiðsögn. Og ég kalla þá leiðsögn umhyggju en ekki forræðishyggju. Það verður að annast fólk og að þessu leyti og fræða það og það verður líka að vakta það sem er að gerast á markaði. Hugsaðu það. EES er umgjörð evrósks markaðsbúskapar. Og það er bannað að víkja frá þeirri umgjörð. Við eigum að fylgja. En það gleymist að forsenda markaðsbúskapar er að það sé til staðar virkur markaður. Eða virkir markaðir. Það gleymist. Hann Adam Smith fann þetta upp fyrir 250 árum og hann hugsaði þetta allt en hann sagði það eru 2 ófrávíkjanlegar staðir forsendur fyrir markaðsbúskap sem hann var að stinga upp á og við höfum farið eftir síðan. Það er að það séu til staðar virkir markaðir og að það séu siðareglur til staðar. Hann kom auðvitað á það og það er nú sjaldan rætt. Í rununu þá tók ég viðtal við Jónas heitinn Haralds og þá var hann að segja
mjög mikið til í sem hann sagði, alveg sama hvað við setjum mikið af lögum og reglum, siðleysið finnur sér alltaf farveg. Já. Það er bara því, þú getur ekki útilokað. Nei, og við líka þurfum þá að muna sko að þessi gríðarlega merkilega tilraun að virkja einn alvarlegasta löst mannsins til góðs. Markaðsbúskapur er tilraun til þess. Svo löstur er kallar ágirni eða ágind og eða græðki. Og vissulega þá keyrir þetta hagkerfin áfram, fólkinu fjölgar í veröldinni og ef við hugsaum þessi stóru samfélög sko, það er bara ekki hægt að koma velferð að, menn veit ekki eins og hver fólksfjöldin er í landinu og svona. Nei. Og þá er það alveg eðlilegt að grípa til þess að reyna að hámarka velferð heildarinnar og þá trúa menn því að þeir sem að hesthúsa mikinn gróða, þeir muni gera eitthvað með þennan gróða almenningi til góðs, halda áfram að fjárfesta og svo framvegis. En sko, það verður að huga að í svona samfélagi eins og okkar að einhverjum jöfnuði, það verður að gera það. Og ég man til dæmis að þetta er mjög áhugaverður í málsgrein í litlu riti sem Sjálfstæðisflokkurinn gaf út, þar sem að Jóhann Hafstein fyrrum formaður flokksins skrifaði og hann sagði það að Sjálfstæðisflokkurinn myndi sjá til þess gegnum skattkerfið að það er ekki óhæfilegur munur ríkra og snöðra minni mann hafi sagt. Það síðan er margt breyst. Það er margt breyst sko. Nei, þessi hugsun er farin. Þetta er líka langt síðan að segja þetta. Nei, sko. En það er bara, á þeim tíma, sko, þá er bara margt breyst, bæði í þeim flokki sem að Jóhann var formað fyrir og er bara mikla breytingar. Já. Sko, þessi flokkur ákvaða því að ég við rauðaborðið að koma í bláu hérna. og ég hef svona ungur bara aðhylltist og læriði þessar hugsunur markaðsbúskapinn og í viðskiptafræði og hafði enga neina lífsreynslu til að sjá alla hliðar á því máli. En sko Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur minkað núna og það er ekki tilvíðun, hann er að minka sig. Og ef við rifjum upp sko tengsl flokksins við samtök atvinnulífsins, þá munum við að Þorgerður Katrín, þegar henni legtist á, þá fór hún og vann þar í kannski 1 eða 2 ár. Svo á síðasta landsfundi þá kusum við 2 úr hópi forustu sveitar samtaka atvinnulífsins í formann og varaformann. Og bæði verið varaformann SA. Og svo núna fór fráfarandi formað Sjálfstæðisflokksins í vinnu til samtaka atvinnulífsins. Þetta eru alveg gríðarlega tengingar sem að endurtaka sig. En hvar er Pétur Sjómaður? Hvar er Guðmundur Á. Garðarsson? Hvar er Magnús L. Sveinsson? Ég svo sem hitti hann daginn og það var ánægilegt. Og jafnvel líka menn eins og L.R. Skra. En af hverju hætti Sjálfstæðisflokkurinn að vakta VR? Hann sinnir ekki VR. Nei. Ég meina, það er gríðalegur fjöldi hérna sem er í VR og menn gefa það på bátinn og svo að því við vorum að tala húsnæðismálin. Hvað varðum séreignarstefnuna? Akkur verður svona skelfing á vakt Sjálfstæðisflokksins eins og ég var að lýsa í þessari bólumyndun og þessu yfirverði. Og það bara gónu allir upp í loftið. Það veit engin í þingflokknum eða forystumenn flokksins eða ráðherrar. Þeir segja, við látum bara markaði leysa það. Hvaða markað? Hann er búin að eiga núna síðustu 20-30 ár með þessum árangri. Skekkjur á markaði eru uppspretta gróðans. En eitt er nú að þeir sem hafa verið að byggja og verið að selja nýbyggingar eða nýjar íbúðir, þeir eru búin að fá þess að bauki núna. Þeir hafa gleymt sér, þeir byggðu íbúðir sem að fólk kannski vill ekki. Og þess vegna sérðu það sem eru nýbyggingar að íbúðir standa bara auðar og það eru auðvitað jafnvel til leigu og
Þannig að menn sko þurft að brenna sig. Já, ég held þetta sé fjórðasinn sem ég að horfa upp á þetta sko. Ég byrjaði í banka 1976. Já. Þetta er alltaf að endurtaka sig sko, svona ástand. Já. Menn mókuði peningum í nokkur ár og gáði ekkert að sér og sítja sig uppi með 100.000 íbúða. Já, og svo kemur það því að bankin knýr á það að selja og þá eru það ekki einhver yfir róleg sala. Nei. heldur undir þrýstingi og þá getur orðið heilmikið verðfall, jafnvel skuldadrifið verðfall sko og þá getur heilmikið auður þessara aðila þurrkast út en þeir verða nú að kunna pótu sínum forráð. En þannig að þetta er áhættusamt og ég hef áhyggjur af því. Ég held að á næstu árum eða misserum muni raunuverð fasteigna að lækka mikið og ég held að margar fjölskyldur verði með gríðarlega vaxtabyrði en hún verður ekki vegna hárra vaxta, hún verður vegna mikillar skulda og það verðum við að muna. Við verðum að muna, það er vaxtabyrði á ekki bara uppruna sinni í háum vöxtum, í miklum skuldum og þegar búið er að haga málum svo að ungar fjölskyldur og þess sem þurfa að stækka við sig hafa tekið lán í stórum stíl sem að munu síðan sko reynast vera, það er engin eign á móti þegar þetta springur allt saman. Þá þá er það mikil erfiðleikar og sárindi. En hver er þá ábyrgð lánveitandans? Já, þetta er nú alltaf góð spurning að þér. Veistu það? Það er aldrei minnst á þetta á Íslandi. En þetta er kallað á ensku lenders liability. Í Bretlandi og það er umræða það er þetta flett upp á þessu. Og þetta snýst mikið það að hann á að sýna viðskiptavinum sínum umhyggju og hann má ekki sem sagt líta fram hjá hagsmunum lántakandans. Hann má ekki vinna bara sálarlust eða hugsunarlust sem einhverju milliliður hérna. Þetta er óplæður akkur í umræðinu hérna og við getum googlað þetta lenders liability og þá sér fólk heilmikið þetta og getur þá heimfartað á íslenskar aðstæður. Það er við svo upptekin, við höfum ekki tíma til að hugsa svona smámunni. Við látum það bara lönd og leið. Já, svona er þetta. En það er þessi fákeppni, sko. Það eru fáir, við nefndum það ekki á hann, það eru fáir framleiðendur, stóri framleiðendur að byggingum og það er þessi gríðalegi skortur vegna þess að við þurftum svo mikið vinna að erlendis frá og þá gerist þetta, þá fer þetta riðlast svona eðlilegt skipulag en sko það er eiginlega þetta er eiginlega, við reynum að hugsa stóru þættina, þá erum við alltaf að reyna að stunda markaðsbúskap án þess að tryggja að virki markaði sér fyrir hendi. Við veitum þess ekki athygli og stjórnmálumenn ræði þetta ekki. Þetta er bara heillandi að sitja í sjónvarssal fyrir kosningar og tala hugsjónir sko markaðsbúskaparins og að útskýra að það sé velferð sé hámörkuð með því. En í okkar samfélagi þá sættum okkur ekki við að horfa á fólk bara að éta það sem úti frýs. Það er eins og í stóru samfélagunum liggur fólk úti sko. Við sættum okkur ekki við svoleiðis og ætlum ekki að hafa svoleiðis. Og ef einhver reynir að vera með slíka pólitík sko, þá er honum refsað. Og ég held við getum nú alveg sagt það núna, þessi 3 flokkar sem að störfuðu lengi saman og spönnuðu allt pólitíska rófið frá hægri til vinstri, Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Vinstri grænir. 2 þeirra hafa þurrkast út af þingi að kalla má. Og 1 þeirra er mjög laskaður. Mjög svo. Og það kannski er það sko ekki góð hugmynd að búa til brú alveg frá hægri til vinstri
því að það felur í sér málamiðlanir á öllum sviðum. Er ekki bara betra að hafa öðru hvoru vinstri og öðru hvoru hægri og kjósa svo já, og skjósa svo og milli. Ég held það bara. Þessi heiðarlegra og betra og skiljanlegra fyrir fólk. Ég finnst þetta með sko byggingarnar og þeir sem eru búin að hagnast mjög mikið á liðnum árum. Þá fannst mér svona kissuberið vona rjómantertuna vera þegar forstjóri eins þess að fyrirtæki keypti sér Bentley. Já, það. Eitthvað 50-60 milljón króna fólksbíl. Já. Til hvers? Já, til hvers. En ég hef séð einhverju auglýsingar, verið að auglýsa hérna Range Rover og þá er sagt njóttu athyglinnar. Wow. Já, það fari bara í hérkoman. Já. Ef þú átt svo mikla peninga og veist ekki hvað þú að gera við þá, reyndu þá bara að veifa þeim framan í fátækt fólk. Ég get svarið. Þetta er ekki mikil hugsun. Nei. En þegar við talum hérna, sko, hér eru bara íslensk tryggingafélög og íslenski bankar, en svo kemur Costco og hérna ennþá, búin að vera hérna í mörg ár. En Costco, þeir hafa séð einhvern hag í þessu. Eina verslunin er í Evrópu, við veit rétt. Það var það allavega. Nei, það er Costco á Spáni og það er Costco í Bretlandi. Já. Tekir það tilbaka. Já. En hérna, það er Bauhaus og svo kom IKEA fyrir löngu síðan. Jú. Og hérna, þrátt fyrir að hagnaða viðleitni sé nú málið, þá er IKEA hefur svolítið annan karakter og það kemur bara frá held ég gamla manninum sko Ingvar Kamprad. Hann var hugsjónamaður og það er svona kompanikultúr sko og ég held að þetta fyrirtæki hafi gert alveg ótrúlegt gagn fyrir samfélagið IKEA og ber virðingu fyrir þeim sem að sitja þar í stjórn núna og halda sínum kultúr. Og hann er nú ekki komið frá Ingvari Kamprad, heldur frá Pálma Jónssoni. Já. Og Pálmi, hann lagði upp í sína vegferð sko með hugsjónir um að gera gagn. Og einhver tíma var nú sagt að hann hefði nú kannski gert íslenskri alþýðu meira gagn heldur nokkur verkalýðsforingi. Það var einhvern tíma sagt sko. Það er reyndar ómælanlegt sko. Já, það er ekki ómælanlegt. En sko þegar að svona fyrirtæki eins og Costco eða Bauhaus koma inn á markaðinn, þá spurja þau bara hver er á hvaða level er verðið hérna og þau verðleika sér bara aðeins fyrir neðan. Og Costco byrjaði með svona kynningarverði en þeir aðlöguðu sig. Enda er Costco ekki góðgerðarstofnun. Costco er bara fyrirtæki sem er á að græða og þeir sendu yngar forstjóra með þeir og forstjórin veit að ná að græða og hvert á gróðin hann á að fara úr landi í formi arðs. Þetta er allt skiljanlegt, þetta er lífið er svona. Já, þetta getur líka fært yfir á önnur fyrirtæki, til stóriðuna. Já, stóriðuna. Það er, en sko, talandi stóriðu, sko, þá er gott að muna að, var ekki, ég fermdist 1966, var ekki cirka þá sem að Ísal fór í gang eða Búrfell. Og maður man eftir því sko að þarna voru, þetta var ekki markaðsbúskapur, þetta var áætlanabúskapur. Bara eins og menn reyndu að stunda austantjalds. Það er að segja, menn reiknuðu og menn tók hvað kostar að byggja virkjun og á hvaða verði getur hún selt rafmagnið og síðan var farið til fundar við Alu Swiss og þeim selt hugmyndin og þetta voru góðgjarnir landsfeður sem að sáu þetta. Síðan hefur þetta verið aukið og núna er þetta stöðugasti hluti gjaldeyrisöflunar landsins og við verðum að kunna meta það. Við vitum og það er bent á það að arður fyrir úr landi og allt í lagi, en í álverðinu, útflutningnum, erum að flytja inn út bæði vinnuafl, verðmæti vinnuafls og orku sem framleiðslu þætti í hálfuninni vöru sko. Og þetta er eins og segi stöðvartillutin sko, hverflar virkjanana ganga jafnt og þétt dag og nótt og bræðslunar ef að allt gengur vel þá gengur það dag og nótt sko.
og hérna gjaldeyrisöflunin það þarf að setja hana á mjög háan stall, sko. Ferðaþjónustan kom til liðs við okkur og varð stærri en sjávarútvegurinn. Bæði sjávarútvegur og ferðaþjónusta eru háð sveiflum. Augljóslega líffræðin veldur því öðru hvoru að sjávarafli bregst og svo lækkar markaðsverð í hérna, ef að heims búskapurinn fer niður á við, og þá skeður líka það að þá hættir fólk að dregur úr að ferðast, frestar ferðalögum. Þannig að þetta allt saman háð sveiflum, en stóriðjan og útflutningur hennar verður ekki fyrir eins miklum árum. Að vísu þá lækkar álverð líka, en þetta gengur allt saman dag og nótt. Og ég þeirra skoðunar út af því að fólki í landinu hefur fjölgað svo mikið og þá eykst matvæla innflutningur augljóslega, og það er uppistaðan í okkar neysluvörum eða stórhluti, og svo þarf stækkar atvinnulífi líka, og það þýðir meiri innflutningur, vélbúnaðar og alls konar slíkra hluta. Og ég, við urðum fyrir happi, til dæmis á síðast ári, Keresis þarna á Ísafirði var selt, og þá kemur inn stór summa inn í gjaldeyrisjöfnuðinn. 40 milljarðar, sko. En það fáum við ekki á hverju ári. Það er bara einu sinni, og svo vonandi skeður eitthvað annað, vonandi skilja menn nú það að það er ekki skynsamlegt að fara að selja allar gæsirnar sem verpa gullleggjum eins og svo þetta. En sko, ef það verður skortur á gjaldeyri, það byrjar að myndast halli, þá hækkar verðið á honum. Og hvað köllum við það þegar maður þarf að borga meira fyrir gjaldeyri? Er það ekki kallað gengislækkun? Það er gjaldið. Og þá hækkar í krónum allt verðlag, en launin standi í stað. Og þá bara herðir þjóðin sultarólina og er einhver sem er hrifinn af því ástandi. Það held ég ekki. Ég þeirra skoðunar, við munum verða að virkja meira og halda áfram að gera undirstöðuna stöðugri. Ef við gerum þetta, og þá einhver tíman gæti Ísland tekið upp evru ef það verður talið skynsamlegt. En út af sveiflunum sem eru, þá er það ekki mögulegt núna. Það er ekki skynsamlegt. Ef við skulum segja að við skulum bara taka sjávarútveginn sem að flestir nú hafa nú einsýn í hann, sko. Ef afli minnkar og jafnvel verð lækkar erlendis, að þá minnka tekjur fyrirtækjana. Kostnaðurinn stendur í stað. Og þá erum við talað útflutningsfyrirtækjana, útgerð og frystihús og þess áttar. Og það sem þá hefur venjulega gerst er að gengið verður að gefa eftir til þess að við missum ekki fyrirtækin í gjaldþrot. Hvað gerist ef við missum fyrirtæki í gjaldþrot? Það er á allar atvinnugreinar. Þá bara koma lögfræðingar, gerast þrotabústjórar. Þeir segja starfsfólkinu að fara heim, þannig að öll þekkingin sem býr í því og þjálfun fer sundrast. Þeir selja vélar, þeim sundrað. Þeir selja fasteign. Og þeir þurfa sjálfur auðvitað að taka sín laun fyrir sín störf sem eðlilegt er, og það þarf að losa pening. Og svo er það nú eitt enn að það er tvennt enn. Það er annars vegar það að viðskiptavinahópurinn hann sundrast. Og það er eitt sem ég held, sem alveg útilokað að mæla, en ég held að sé mikið tjón sem að lítið að tala um. Það er það að frumkvöðlinn, sá sem stofnaði fyrirtækið og lagði nótt við dag við að koma við að lappirnar og gera það lífvænlegt. Hann situr eftir heima, hann missir húsið sitt vegna þess að hann hefur lagt allt undir þegar þetta var að fara niður. Og hann missir líka kjarkinn.
hann á ekki þann pening til þess að byrja aftur. Og þetta, ef þetta gerist til dæmis í öllum sjávarþorpunum í kringum landið, ef þetta myndi gerast, þá það óbætanlegt tjón. Því að þessi manngerð sem hefur þetta í sér, hún bara ekki á hverju strái. En það ekki hægt að mæla þetta. Það svo miklar hindranir á leiðinni þegar að vera með afla heimilli til að geta byrjað. En þegar þú sagði þetta, þá var ég að hugsa hérna Skagan 3X. Það var svona. Já. Það eru til aðferðir til þess að varðveita rekstur þó að fyrirtæki fara á hausinn. Það hérna, þá myndi bankinn venjulega myndi segja fyrirtækinu og þeirra forsvarsmönnum að búa til dótturfélag. Bankinn lánar fyrir hlutafé í dótturfélagi og tekur veð í því. Og síðan allt fært þangað á óriftanlegum kjörum. Þá reksturinn komin í skjól og þá venjulega það hlutverk eigendana að fara með móðurfélagið sem má kalla, gamla félagið í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu og ef þeim tekst það, þá þetta sameina það aftur nýja félaginu sem tók rekstrinum. Þetta kallað hive down á ensku, það að googla það, niður hífing og þetta nú í eðli sínu það sem var gert með neyðarlögunum þegar nýjir bankar voru stofnaðir. En þó var nú breytt svolítið út frá því, en það annar mál. En þegar að svona stórt fyrirtæki með svona stóran starfsmannhóp, svona mikla þýðingu í atvinnulífi eins þorps eða bæjar eins og var 3X, að þá fyllilega ástæða til þess að nota þetta og nota þessa aðferð. Það hefur lítið verið gert á Íslandi. Og það eiginlega ástæða til þess að skoða gjaldþrotalögin og uppáleggja mönnum að kanna fyrst möguleika á varðveita reksturinn. En þess að þekking starfsfólks, samböndinu við viðskiptavinna og öll þessi uppsetning sem að á vélum og tækjum. Þetta svo dýrmætt að sundra því ekki. Fyrir tveimur dögum satt Þröstur Ólafsson hagfræðingur hjá mér. Og hann var hann segir að þetta lítið að vera framleiða græna orku og selja svo í gráan eða svarta niðnað. Já, ég las grein hans í Mogganum daginn, mjög góð grein. Og ég sé að niðnar eru skiptar? Já. Þröstur orðin miðjumaður og nálgaðist miðjuna frá vinstri. Ég orðin miðjumaður og nálgaðist hana frá hægri. Og við erum oft mjög sammála. Ég vil ekki að íslensk græn orka fari óunnin úr landi eins og hvert annað hráefni. Þá vorum við eins og nýlendurnar voru hérna í gamla daga. Þessi rafmynta gröftur. Þetta alveg hégómi. Það alveg skelfilegt að gera samkomulag við þetta. Þá fer sem þetta raunverulegt að skapa næstu enga atvinnu. Þessi starfsemi og þá fer þessi grænasta orka veraldarinnar eiginlega forgörðum. En við eigum að hafa það fyrir reglu Íslendingar að öll okkar græna orka skal nýtt í landinu til að skapa atvinnu og undirstöðu og stöðuleika. Því að allur orkubúskapur stöðugur, það ekki bara stóriðan. Og nú fólkinu fjölgar. Hugsaði til dæmis að þessi fjölgun landsmanna hún stækkar hagkerfið auðvitað. Öll velta fyrirtækina stækkar og það kallað hagvöxtur. En þegar þú talar hérna þessa miklu orku sem við eigum og allt saman, að þá eru til dæmis heyrast raddir í þínum gamla fólki í Sjálfstæðisflokknum að selja allan að hluta af Landsvirkjun. En aðrir spyrna við fótum. Geir Haarde nefndi þetta og Bjarni Ben nefndi þetta einsunni en þeir fengu ekki góðar undirtektir og nefndu þetta ekki aftur. Nei, ég held að aðrir svona í þingliðinu
sem ber ekki eins miklu ábyrgð. Nei, já. En þetta með gæsir sem verpa gulleggjum, sko, það eru líka til bara litlar. HS Orka, henni var skipt upp, það var HS Veitur og HS Orka. HS Orka selt úr landi og gegnum, held ég, sænskt eignarhaldsfélag og þá þurfum við auðvitað að borga arð úr landi. Við fengum einu sinni innpenning en þurfum að borga minni penning eilíflega, sko. Síðan var það HS Veitur, það var nú vatnsveita og hitaveita og slíkt, sko. Þannig, og það var nú enga fjárfestir íslenskur sem að keypti það. Þannig hver skipti sem að Reyknesingar láta renna í vasklas, þá þeir að gera honum gott. Það er nú svo sem allt í lagi, en við eigum ekki að selja frá okkur svona eins og til þessu Veitur. Það er búið að selja, er ekki Míla og það er eitthvað fleira slíkt, sko. Internetið er afhengt í gegnum Veitur. Prinsipið á að vera þetta, ef að neytandinn eða kaupandi þjónustunar verður að kaupa hana og meira sig á uppsettu verði, þá eigum við að hafa Veitur. Og við höfum rafmagnsveitu, vatnsveitu og við erum með fráveitur og já, það er bara endalausar veitur. Það er sem að vera ekki, við erum ekki selja frá okkur. Nei, alls ekki. Nei. Og svo les maður jafnvel í Morgunblaðinu sjálfu að OR sé komið í einhverja sókn ellendis. Þetta er veitustofnun og Orkuveita Reykjavíkur, hún er ekki bara að selja Reykvíkingum, hún selur Kópavogsbúum, Garðbæingum og Hamfirðingum, held ég. Ég held að segja líka Serbi Borgarfjörð og Stykkishólmi. Já, og golfvellinum á golfsvæðinu í Öndverðarnesi, held ég. Og á að nota peninga fólksins þarna í einhverja skrýtna vegferð ellendis, einhverja útrás á vegum, sko þetta er eins langt frá eigendum peningana eins og þetta er að hugsa sér. Það mennur bara borga og verða að borga og svo einhver pólitísk stjórn þarna og forstjóri og það er engin tenging við neina ábyrga eigendur sem að geta sagt nei, það er ekki til. Þetta er alveg skelfilegt. Og nú svo er Orkuveita Reykjavíkur líka núna framleiða rafmagn fyrir álver. Það er nú út af fyrir sig, sko, en ég skil ekki af hverju íbúarnir á Suðvesturhorninu eiga að vera framleiða rafmagn fyrir álver. Er ekki bara aðrir sem eiga að gera það? Og þá vona ég íslenskir aðilar. En sko, ef við ætlum að búa þessu... Núna eins og þeir kemur hérna í Norðuráli og þeir borga ekki rafmagn sem þeir noti ekki. Þrátt fyrir samninga. Þrátt fyrir samninga. Og það er þá þessi almenningsveita sem að er þarna í Flandri. Já, það er þannig, sko. Og sko, ef við ætlum að búa í þessu landi, þá erum við að nýta það sem kallað eru hlutfarslegir yfirburðir landsins. Það er vandi fisk og við höfum hreint vatn og við erum með orkuna og svo er það náttúran sjálf sem við seljum aðgang og þetta eru kallaði hlutfarslegir yfirburðir og við seljum aðgengi að þessu eða nota þessu og notum afræksturinn til þess að kaupa það sem aðrir hafa framleitt með sínum hlutfarslegu yfirburðum. Þetta gerir svona í milliríkjaviðskiptunum, sko. Ef við flytjum þessa hlutfallslegu yfirburði bara óun á landi, hugsunarlaust, hvort sem það er til dæmis rafstreng eða sæstreng eða í formi rafeldsneytis, fallegt orðum baneitraða vökva, ammoniak og metanól, stórhættulega vökva, en það er þetta að brenna þeim í vélum. Sko, ef við flytjum þetta svona óunnu landi, þá verða íbúarnir líka að flytja sig með orkunni og til þess að njóta atvinnutækifæranna erlendis. Þá erum við að grafa undan því að unga fólkið okkar muni vilja búa hér til frambúðar, börnin okkar og barnabörn.
Það er óskemmtileg tilhugsun. Já, mjög. En svona gerast nú hlutirnir og meðal annars sko að því vorum aðeins að koma með þess að pólitísku hlið akkur í ósköpunum eru kjörnir fulltrúar að gera svona. Þegar kjörnir fulltrúar eru konur í vandræði með fjármálun sem þeir var trúa fyrir, þá spurja getum við ekki selt eitthvað til þess að borga skuldina og þá er það veitur sem verða fyrir valinu. Það er skelfilegt og það er skelfilegt að fólki sem við erum að treysta fyrir risastórum og mikilvægum fjármálum, sameiginlegum fjármálum fólksins skuli ekki sko horfa einhvern veginn á þetta svona utanfrá og ofanfrá og sjá langtíma hagsmuni og afleiðingar af mistökum. Það er skelfilegt að það skuli vera þannig. Þannig að umræðin einn getur þjarmað þeim held ég. Við verum að halda einn áfram. Það er sko fá okkur og ein okkur og það vill þannig til að það er alveg sama í hverju það er að lífeyrissjóðurnir eru yfirleitt alltaf stærsti eigandinn. Já, sko lífeyrissjóðurinn minn og þinn, hann á að skaffa okkur peninga í ellinni að það sé hægt að ávaxta pening fyrir okkur með því að okra okkur. Það er hringa vitleysa. Það er bara hringa vitleysa og lífeyrissjóðir eiga náttúrulega að reyna að vinna gegn þessu en ekki vera meðvirkir í þessu. Auðvitað væri bara best ef að lífeyrissjóðir okkar fjárfesti sem allra mest í bestu fyrirtækjum heimsins. Já. Svo þá myndu íslensk fyrirtæki sem vilja fara á markað myndu þá mæta þá á móti einhverjum erlendum aðilum sem að myndu þá kannski færa þeim aga og þekkingu og slíkt. Þetta við erum eiginlega sko að búa til við erum að vefja upp einhvern hnykil eða og ég segja að láta snjóbolta stækka niður brekkuna og vefja utan á hann sko einhverjum markaðsverðmætum sem að engin trygging er fyrir að haldist. Nei. En lífeyrissjóðirnir það þarf að taka á því, það er komið tími til að þetta gamla tvíveldi verkalýðshreyfingar og atvinnurekenda að því verið fundið jafnvægi með því að sjóðsfélagar fái oddamann. Það eru alltaf yfirleitt 3 og 3 eða eitthvað slíkt sko og svo skiptast þeir á formennskuna og þá er svona viss hætta á greiða gegn greiða og svoleiðis. Það er hætta á því en sjóðsfélagar ættu að fá bæði safnandi sjóðsfélagar, einhver ungur með þekkingu og svo einhver sem er komin á lífeyri og hefur þau sjónarmið í heiðri til þess að veita þessu aðhald. Þetta eru svo miklir peningar, þetta eru svakalega miklir peningar, 1000 milljarðar komnir í þetta. Við eigum ekki að amast við þessum kerfisbundna sparnaði. Þetta er það sem við leggjum fyrir en við þurfum að hugsa okkur gang svona hvernig við höldum nú best á þessu og ég held að það sé komið tími til þess að skapa þarna jafnvægi á milli í eignarældinni. Við til dæmis tökum eftir því að lífeyrissjóðir freistast þess að setja pening af hugsjóna ástæðum kannski á sínu landsvæði til þess að reyna að efla atvinnu. Þetta er allt saman fallegt og mikil hugsjón. En að baki svona ný iðnaði þarf að vera mikil þekking og mikil ábyrgð og það er ekki gott að einhverjir sem ekki þekkja til og eru fjarlægir slíkum rekstri fari að ráðstafa peningum sem aðrir eiga en eru kannski svo dreifðir að engin einn hefur neitt að segja. Það er ekki gott. Svo er ekki heldur gott sko ef að til dæmis það er svona þekkist aðeins að fyrirtæki hafa farið í skuldabréfa útboð, stór fyrirtæki og þá að lífeyrissjóðir sko taki þátt í því og það sé þá án trygginga sko og þetta er svona hagsmuna lykt af þessu og að sko fulltrúar
atvinnulífsins vilja að lífeyrissjóðir taki þátt í slíku. Það verður að vera mikil ægi á meðferð almannafjár. Af því að þetta er almannafé. Þetta er svo innlán í bönkum. Ríkisvaldi skiptir sér af með lögum af því að þetta er almannafé og það á að gera það. Já, það er það. Heyrðu, samanlagður hagnaður viðskiptabankana eða bankana var bara hátt í 100 milljarðar. Já. Og hvaðan kemur þessi peningur? Já, hann kemur frá viðskiptavinunum, mér og þér. Þetta er, þeir geta alls ekki sótt sér nýtt hlutafé því að þá segir hlutavarnir eru vill mikið að kaupa sama hlutin tvisvar. Og þá segja þeir við bankastjóran, þú er ekki staðið. Og þú verður að hætta bara, við viljum ekki hafa þetta. En hvaðan kemur þessi krafa? Það er krafa af hálfu hins opinbera sem er alþjóðleg, kennd við Bank of International Settlements í Sviss. Þeir setja reglur, stinga upp og þær eru leittar í lög og okkar reglur eru eins og annara. Það er krafa það að eiginfjárstaðan haldist og hver hún er nákvæmlega hverju til því fer til flokkun eigna sem ég get ekki útskýrt. En svo gerist það að það er hagvöxtur og við það stækkar bara efnahagsreikningur bankans. Það fjölgar fólki í landinu mikið við það stækkar efnahagsreikningur bankans. Þeir þurfa allir bankaviðskipti og eiga inni sumir og aðri taka lán og þetta stækkar allt bankan. Og svo er verðbólga. Hún stækkar bankan þó að það sé ekki raunveruleg verðmæti og það sé 100 milljarðar sem hún nefndi, það er ekki allt raunveruleg verðmæti, sumir eru bara vegna þess að krónan hefur rýrnað aðeins, hluti af því. Þannig að þessir 3 þættir aðalega stækka efnahagsreikninginn og það eru fyrirmæli með lögum að hagnast til þess að halda hlutfallinu. En er þetta ekki óhóflegt? Já, nei, þetta er ekki óhóflegt. Óhóflegt, ég finnst þetta ekki. Það er skilt með svona lögum að hafa þetta svona, en það sem er umhugsunarefni er það, hvað verður svo með þessa peninga? Vegna þess að hluthafarnir fá arðinn af þeim. Akkur fær ekki viðskiptavinurinn sinn pínlitla hlut af þessum arði sem hann var látin safna upp? Já. Venjulega er þannig að í viðskiptum að sá sem stundar viðskipti tekur áhættu og ef allt gengur vel þá var hann arð en stundum tapar hann. En í þessu tilfelli þá getur hlutafinn ekki tapað. Nei. Það er lögbundið að hann skuli greiða. Já. Og fá arðinn. Þarna er veikipunkturinn í þessu. Já. Og kannski væri gáðulegt að við munum náttúrulega ekki semja nýjar fjölþjóðlegar reglur þetta á Íslandi. En maður hugsar það þá ætti kannski að hafa svona tryggingarsjóð eins og tryggingafélög hafa sem er í reynd eign viðskiptavinana en í vörslu hjá bankanum. Það ætti kannski að hugsa sér það og að setja hömlur á það. Við tölum stundum hagnað og svo stundum við rentu. Og það hugtak er sá hluti hagnaðurinn sem er umfram þessa undirstöðu ávöxtun sem menn fá á verðbréfamarkaði með dreifðri áhættu. Já. Og þennan hluta getum við kallað uppgrip til dæmis. Já. Það er þessi hluti hagnaðarins sem við ættum að beina athyglinni að og skammast yfir og við ættum að skilja það að hluthafarnir eiga að fá þessa undirstöðu arðsemi sem hægt er að fá á markaði því að eigi fyrir ekki ókeypis. En það er þessi umfram hagnaður, þessi renta sem er umdeilanleg að koma í hlut þessa hóps sem eru hluthafarnir. Og svo er þetta náttúrulega stórun hluti eins og við vorum að segja áðan, lífeyrissjóðirnir eiga í bönkum og þanga fyrir arðurinn og svo annota hann fyrir, og það kemur í ljós að sjóðsfélaga lífeyrissjóðana eru sama fólki eins og viðskiptavinir í bankana og við erum að láta þetta vinda upp á sig í einhverjum við hefum enga tryggingu fyrir þetta séu raunverulega verðmæti. Þetta getur verið bóluverðmæti.
Já, kannski það. Já, það getur verið það. Ef að hluta... Það sé þetta áður. Já. En sami náttúrulega með tryggingafélögin og áframhald að telja, sko. Já. Og tryggingafélögin eru nú með þessa varasjóði en við... Já, sko, þau eru bara 4 eitthvað við, sko. 24. Já. Og bankarnir eru eignast sem eru að minna. Viðskiptabanki minn er búin að kaupa tryggingafélag og er að gera mér einhverjum tilboðum. Já, þetta er svolítið. Tryggingafélag og banki eru náttúrulega bara mjög svipuð fyrirbrigði. Já. Talan ekki þegar að tryggingafélag voru lánveitendur líka. Já, en sko, þegar að, en í skelfingin í hérna fyrir hrun var að fjárfestar, einkaaðilar komust yfir almannafé. Það var þá svo kvöldu innlán og tóku það til eigin nota. Það má ekki gera statur. En það er líka svo hætta að sjálfsögðu í tryggingafélagum. Já. Og það verður að passa upp á þessu hluti. Já. Og það, við náttúrulega munum hvernig þetta var hérna á árunum fyrir hrun og í hruninu. Það var búið að... Fjárfestar hafa ekkert breyst. Þeir eru drifnir áfram af því sem við köllum ágind. Eða hann er nú svona... Gróðafíkn eða græðki. Fégræðki, það er það og listin að græða getur orðið... Já, þetta er orðið íþrótt hjá sumum sem að græða meira og meira þegar svo flinkir í þessu. En almannavaldið, löggjöfin, verður að líta til með þessum hlutum og sjá til þess að það verði ekki þessi miklu skellir. Freistingin er mikil og raunverulega er sko, við hugsum heimskapitalisman sko, að hann náttúrulega gengur sér til húðar fyrir rest með því að hvatinn sé ekki hérna neitt annar en ágind. Það er svona, þeir eru bandaríkjamenn að kvarta mikið undan fákeppni. Það var fyrir nokkrum árum kannski var það svona 2002-2003 að það er þarna tvíkeppni kóladrykki nánast. Coke er með 70% og Pepsi með 30%, ef við sleppum þessum litlu. Pepsi hækkaði verðið 15% án þess að Coke hefði nokkuð hækkað. Þeir bara hækkuðu. Hálfu mánuði seinna hækkaði Coke 15%. Það var ekkert samráð. Nei. Það var ekkert frekar maturmarkaðnum nema. Nei, og svo bara hérna borguðu þeir glæsilegan arð. Og þetta er að gerast á öllum sviðum í Bandaríkjunum líka. Og sko veröldin þarf að fara að leita að nýjum hvata til þess að keyra hagkerfin eftir. Ef að er nokkuð, það er tvennt sem kemur til greina, sko, er þetta virkja stolt með heiðri og svo þannig að sá sem að gerir skynsamlegt og gott fyrir almenning njóti heiðurs og virðingar. Menn fá aldrei heiður og virðingu út á ágind. Nei. Aldrei. En stolti getur hvatt menn áfram. Og ekki heldur þú reyns róðurinn. Já, það er eitt sko, að hvort að þetta sé að virkja það. En síðan leiðir líka margt sko slæmt af stolti. Það er svona þetta nú, ég er komin næstu því yfir í guðfræði því að þetta var nú miðaldakirkjan taldi sko stolti vera verstu syndina. Því að af henni leiðir sko dramb og hroki og slíkt ýmislegt og metingur og allt svoleiðis. En bara lítil í okkur. Já, ég held að ágindir sé nú orðin verri. En svo það er ein hvöt í manninum sem er sterkari en þetta tvennt. Það er hvötin til að lifa af. Maður sem að dettur í sjóin og þarf að synda. Það er ekki, hann hérna, þá virkjar hann sterkustu hvötina, það til að lifa. Og kannski kemst mannkynið á þann stað að það þarf bara að hérna, að reyna að lifa.
lifa af. Svo getur hann verið stoltur öðru en sjálfur sér. Já. Hann getur verið stoltur af afkomendur sínum. Já. En yfirleitt... Og landsliðinu. Já. En það er sem sagt sterk hvöt í fólkinu að vilja heiður. Já. Og það er heilbrigt og gott vegna þess að heiður fá menn ekki út á peninga. Menn geta fengið aðdáun út á peninga en aldrei heiður. Heiður fá menn bara út á kultúr. Já. Og þess vegna er eftirsókn eftir heiðri betri en eftirsókn eftir peningum. Ég lít svo á, ég er ósammála kirkjunni, miðaldakirkjunni, að ég álít að stoltið sé betra en ágænd. Herrið, ekki endið þetta svona, þetta er búið að langt samtal og ég, Ragnar Hundarsson, ég þakka kærlega fyrir komuna. Já, það var alveg. Og ég ætla að leiða mér að hóið aftur síðar. Já. Og þakka ykkur fyrir að hafa verið með okkur og svo heldur rauðaborðið áfram eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is